Komið sæl og velkomin í kalda pottinn þessa vikuna. Gestur minn í dag, Gyða Dröfn Tryggvadóttir. Heyrðirðu hvað þetta var professional innslag? Já, algjörlega. Alveg með þetta. Takk. Það er hefði í þessum þáttum að fara að skála í jesúlaði. Já. Og þetta er aðlútaði, svo ég klúður ekki þættinum. Já. Það skiptir máli. Mhm. En þetta er límonadrykkur. Já, hann er góður. Já. Gyða Dröfn. Já. Hver ertu? Hvaðan kemur og hvert ertu að fara? Ef ég bara vissi. Ég er næstu í borgarbarnir og Kópavoginum. Næstu bær. Það er svolítið sveit. Já, kannski líka því ég var alast upp. Þá var það meira sveit en í dag. Já. En ég ólst upp í Kópavoginum og fætt árið 1963. Nú, Já. við erum á sömu kynslóð. Já. Og ferði í skóla þar og Já. grunnskólan gegnum Kópavoginn? Ég bara bjó í sama húsi frá því ég fættist og til ég flutta heima. En ég flutti enda mjög unga heima, ég var 17 ára. En ég bjó í Kópavoginum, fór í Kópavogsskóla og svo í Víghólaskóla. En svo fór ég ekki í menntaskólann í Kópavogi sem þá var nú búið að stofna. Heldur í menntaskólann á Hamrahlíð. Ok, af hverju valdirðu Hamrahlíð? Ég veit það ekki. Það var svolítið, krakkarnir voru svolítið í Hamrahlíð. Já, hugsanlega valdi ég Hamrahlíð af því að vinkonur mínar fóru. Vinkonur mínar sem voru með mér í fimleikum. Ég var fimleikastelpa, var í Gerplu. Vel gert. Já. Varstu lengi í því inn í aldur? Ég byrjaði frekar seint. Svona ef maður hugsaði í dag, þá var ég verða 10 ára, hugsa ég, 10 verða 11. Fórum löpum saman 3 vinkonur upp í Kópavogsskóla sem að Gerpla var þá til húsa. Í leikfimisalnum og skráðum okkur í fimleika. Bara af því bara? Já, örugglega því að ég held að fyrsta leið örugglega þurft alla að fá dálítið góða útrás og hreyfingu og svona margt sem að þurft að hrista úr kerfinu sem ég segi í dag og veit í dag og taugakerfinu en bara mikinn áhuga. Pabbi var líka fimleikamaður, var í KR. Þannig að allir það hafi ekki líka haft áhrif. Já. Var þetta svona íþróttafjölskylda? Nei. Nei? Pabbi, en ekki, svo 2 systkini, 2 eldri systkini, en þau voru ekki í íþróttum. En ég var alltaf standandi á höndum, bara handahlaup, splitt, dansandi, ég bara var mjög mikið á hreyfingu og er ennþá í dag. Ertu mjög aktív? Já. Ég þarf að fá hreyfingu. Út allt? Já. ADHD-krakki? Skilgreindur í dag? Hugsanlega, já. En það breyttist mjög margt. Ég er búin að iðka senhugleiðslu í 25 ár. Og má ég stoppa? Senhugleiðslu? Já, senbúddismi. Ok. Ég er semst vígð sennunna. Nú er það? Já. Gift senpresti. Tímaramman fyrir mér. Þetta er mjög aðeins, ég ætla að fá að geyma þetta aðeins. Já, ég bara. En þegar þú ert komin upp í menntaskóla og ferð heiman segir, var það bara því bara eða varstu komin nóg af hreyfingum? Já, alveg örugglega löngu, Það var 16 ára sjálfræðisaldur, væntanlega. Já, en ég var kannski löngu fann að sjá mig að svona mestu leyti Þetta bara fæddist inn í fjölskyldu, þau voru orðin frekar, systir mín Þórunn Björk, hún er 13 árum eldri en ég og svo Kjartan bróðir, hann er 7 árum eldri en ég. Mamma er 37 ára og pabbi 41 árs þegar ég fæðist. Okay. Og þegar ég fæðist þá er hún orðin lasin, hún er orðin veik. Hún er bæði með psoriasis, bara yfir allan kroppinn. Og já,
Þá var bæði brjóstin tekin af henni, ég veit ekki hvað ég var gömul, ég hef verið mjög ung. Og hún reykti svona það fyrir 2 pakka á dag og drakk mikið. Já, ok. Já. Þannig ertu alkabarn? Ég alkabarn, já, ég alkabarn. Það kannski skýrir og mikið nútíðina hvað búin að lappa í gegnum tíðina. Já, þetta í farteskinu. Já, það gerir það. Og hefur sér betur við farið í mjög jákvæðar og uppbyggilegar áttir sem kannski ekkit endilega leit út fyrir alltaf. Nei. Ég skil þetta miklu betur í dag og ég get talað þetta á allt annan máta heldur en að ef ég hef ekki verið búin að vinna mikla áfallavinnu og þessa vinnu bara sem ég vinn svo sjálf í dag að þá held ég myndi ekki geta að tala svona mömmu og pappa eins og ég geri í dag. Það hefur breytt svo miklu því að þegar ég sit ekki lengur uppi með allt sem var í bakpokanum, reiðina og óttan, skömmina og allt þetta, allar þessar tilfinningar sem eru kallað í þessum ég vinn með, sumt af þessu bara borið, þetta eru áföll kynslóðana. En ef ég var ekki búin að vinna úr því þá sæti ég uppi með ekki bara mína reiði heldur því ég fekk svo mikið af hennar, hún var mjög reið og bara hjálparlaus. Ég sé þetta í dag og ég segi stundum að ég er inn með þetta er áfalla uppeldisfræði Píu Melody sem við köllum meðvirknimódel í daglegu tali. Ég segi stundum að ég vildi óska þess að mamma hefði kynnst Píu og hennar vinnu eða fengið meiri hjálp og stuðning í sínum veikindum. En þegar ég horfið tilbaka þá var hún líka mjög ein, satt uppi með svo margt óunnið úr sínu lífi og sínum áföllum og pabbi með sitt og hún var heima og ég hugsa hann hafi nú verið dálítið fegin að komast út á morgnana í vinnuna. Ég get ímyndað mér það. Þetta var ekki auðvelt og hann átti ekki auðvelt með að takast á við það. En þetta hélt saman samt? Já. Öll þessi ár? Já. Það gerði það. Í veikinni, hvað kallar maður það? Í þessu umhverfi? Já. Það er mjög sérstakt? Já. Ég vil splundrast svona fjölskyldu? Já. Nei, það, eins og þau voru einhvern veginn aldrei geta að sé það að þau væru ekki saman. Er það á lífi í dag? Nei. Mamma dó 1988. Ok, það var snemma. Já, ég var 23. Nei, svo mikst það. Já, hvað fyrir það? En það er svo skrítið að í gegnum alla þessa vinnu að þá segi ég í dag, ég segi þetta í mínum fyrirlesturum og mínum námskeiðum að ég finn í dag og upplifi, finn tilfinningar til hennar sem ég fann aldrei þegar ég var barn og áður ég fór í þessa vinnu. Ég næðir alveg, ég er alkabarn líka þannig ég veit alveg hvað tala Já. Og kannski fyrir þá sem eru að horfa á það svona, þetta konsept að vera í alkohólískri fjölskyldu og mjög veikri fjölskyldu maður kemur laskaður inn í fullorðinsár með Beppa. En ég líka oft spáð í það, hvar byrjaði bullið? Var það 1630? Örugglega miklu fyrir, sko. Já, eða við landnám, þetta við erfum. Áföllin? Já. Klárlega. Já. En hvernig gekk þér að fóta þig í menntaskóla? Bara nokkuð vel. Ég er hvað ég segja, baráttujaxl. Baráttujaxl? Já. Já, þú berð það alveg með þér. Ég er svona, enda liði ég svona mikið í óttaflótta. Og því kerfi, ég var stilt inn á það í upphafi. Alltaf með kortisólið? Alveg á fullu. En ofboðslega hrædd og það er stór hluti svona af mér að það er þessi ofboðslega djúpstæði ótti. Og ég segi líka frá því fyrir að hugsa tilbaka að stundum var ég mann eftir til að labba heim úr skólanum og heyri sjúkrabíl og bara leið bara tók sprett heim. Ég var alltaf vissum að þetta væri dagurinn þar sem að væri verið að sækja hana og þetta væri búið. Ég hélt alltaf að hann væri að deyja. Var það ekki kvíði stórpartur af þessu?
það hérna, því komst ég að þegar ég var fullorðin að ég vissi hvað var að vera með mikinn kvíða og lítinn. Þegar ég var með lítinn hélt ég að ég væri ekki kvíð. Það var svona norm. Ég vissi, ég þekkti ekkert annað. Nei. Þannig að í rauninni hérna, var þetta bara svona grunnurinn minn. Það var þessi mikli ótti sem hefur alltaf fylgt mér og alltaf stutt í hann og hérna, svona undirliggjandi. Varstu félagslega fráhverf í gegnum menntaskólaárin eða varstu all inn í öllu formaði nemendafélagsins? Ekki kannski alveg en hérna, ég hef alltaf verið mikið út á við. Það er svona meira í dag sem að er svona auðveldara með að vera svona með sjálfri mér og finnst gott að vera ein og gott að mér að ferðast ein. En að tengjast að vera fólki, veist, á þessum tíma? Ég hef alltaf átt auðveld með það. Já. Að raunverulega tengjast því? Raunverulega, nú getum við, þegar við komum aðeins lengra inn í það, þá getum við talað nándina og þau tengsl. En svona að kynnast fólki og gefa að mörgu leyti af mér, en ekki þegar við köllum Bia Melody kallar þessi nándin intimacy, into me you see, að upp að því marki að leyfa fólki að sjá til dæmis óttan minn eða berskjaldan mig. Það hefur kannski aldrei verið svona, það var aldrei mjög auðvelt. Það var allt í góðu og ég notaði húmorinn mikið. Og þetta virkaði allt? Já, en samt alltaf einhver, bara þegar þú ert að segja þetta, og finnst mér samt alltaf þráður sem að svona ákveðin innlægni og reyndar hef alltaf átt mjög auðvelt með að ná einhverju út úr fólki og líka spurði ég bara beint og sumum fundist að vera, ef ég tala meðvirkni þá var ég, hreinskilni var stundum of mikil. Þannig að markalaus. Nei, og markalaus að segja hluti eða spyrja sem að mér fannst kannski ekki mál, en ekki endilega alltaf viðeigandi. En á þessu tímapunkti þarna ung kona og alveg í spegilin. Já. Sástu þetta allt á eða bara leist undan? Ég er ekki viss um ég hafi bara haft möguleika á að sjá þetta nema bara yfir langan tíma. En ég vissi alltaf að svona ákveðnir hlutir sem ég vissi. Ég byrjaði að drekka sjálf í menntaskóla. En ég vissi alltaf að ég myndi hætta. Að drekka? Já. Ok. Já. Og ég vissi alltaf að ég vildi ekki hafa þetta svona eins og var heima hjá mér. Eða bara fara með þetta svona langleiðin í lífi. Þannig að ég hætti sjálf að drekka ég hafði eitthvað 27 ár síðan eitthvað. Og það var ekkert vesen með það? Jú, fullt af veseni? Ég fannilega, já. Varstu reið þegar þú drakst? Ég var bara reið. Ég þurfti ekkert að drekka til þess. Það var svona, til þess að oft tala um það að reiði sérstaklega þessi reiði sem er svona sterk. Hún er svona fyrir framan aðrar tilfinningar, að hún hjálpa mann að lifa af. Og reiðin hjálpaði mér að lifa af og óttinn og sársaukinn var fyrir aftan, þannig að ég hafði ekki aðgang að því og ég held að það bara ekki verið rauninni möguleiki á því á þessum tíma. Reiðin náttúrulega kjörinn til þess að þetta heiminum mörg. Já, og einhvern veginn, ég held að bara það var mikið af henni. Pabbi sýndi mér bara aldrei reiði. Hann sagði alltaf já. Og svo ég var náttúrulega langt þegar hann var gamall og þá var þetta svona að snúast í þá að ég var eins og mammans. Já. Það var verið að hringja í mig á elliheimilinu og kalla mig á fund og svona. Það var að stela reykinn í herbergi og svo sagði bara nei. Okay. Og ekki endilega við því, en við vorum rauninni mjög tengd
og hann Þú ert yngsta barn. Ég er yngsta barn og hann hafði svona góðan húmor, þannig ég náði til hans og líka þannig. En einhvern tímann var bara sagt að það var ekki tækt, hann segir bara nei. Og ég sagði, veistu það, bara því miður, hann er búinn með jáin sín. Hann bara kláraði hans alltaf, já. Þetta er melankolist. Já. En hvernig fór það saman, reiðin og húmorinn í gegnum þetta? Oh my God. Varst það að lenda í klassi? Já, ég var að lenda í klassi. Var líka, jákvæða orðið er að vera spontant. En svona, kannski það erfiða við að neikvæða var að það kom stundum var svona átti auðvitað að koma fyrir með orði, átti svona, þannig ég notaði húmorinn, hann var dálítið svartur stundum. Þetta er meðandi. Hann gat verið meðandi og ég notaði það svona sem survival. Já. Já. Svo við slettum aðeins. Já. En hvað tekur við í kjölfarið? En kannski ein spurning áður hérna, en nú er klassist með brotna fjölskyldu, við förum í ákveðin hlutverk. Já. Oft er yngsta barnið svona einhverju trúðurinn í þessu öllu saman. Já. Varstu í því hlutverki í uppvöxtunum? Í uppvöxtunum trúðurinn, en sko systkini mín fara svo snemma heiman. Þannig að ég er í rauninni ábyrgabarnið að hetjan. Það er svona eiginlega, já. Það var eiginlega snemma, en ég var mikill trúður líka. Og þetta blandaðist svona saman. Og vinir mínir sögðu svona þegar ég var orðin fullorðin og var þá kannski skemmta mér eða þú veist, það var annars vegar þetta er svo tvær algjörlega bara ólíkar manneskjur og það var mamman, já, dóttir sem er að vera 40 í dag. Ok. Já. Já, og það var annars vegar sá partur af mér sem vildi hafa hlutina í röð og reglu og að standa mig þar og hafa alltaf matmálstíma og hafa svona, já. Allt undir kontroll. Já, það er líka hluti af hetjunni, það er það er rosaleg stjórnsemni. Og svo var það hinn parturinn sem fór í trúðinn og lét allt flakka en undir niður í alltaf samt þessi óbáslegu ótti og alveg sama og ég sé það svo vel þegar ég hugsa tilbaka og ég var lengi að vinna var ég í útvarpi og var að vinna störf þar sem að fólk gat heyrt í mér og séð mig og með þennan mikla ótta á bakvið að gera mistök. En það var, já, talandi það að vera fullkomin að það er einhvern veginn þannig að alveg sama hversu vel ég gerði, það var aldrei nógu gott. Og ég er ekki nógu góð. Það var alveg grunnurinn. Það er svolítið fæðingargjöfum sem brotna fjölskyldur bjóð upp á. Já. Það eru spilin. Og það er ekki bara ég og þú og þetta er svolítið þannig að svolítið gera lítið úr hvorki þér, mér eða neinum öðrum að þetta virðist bara alltaf í sömu götuna að koma úr svona umhverfi mann frá manni þangað til að og það er svona gjöfin sem ég sé í dag í gegnum þetta allt og hafa sjálf þá feta einhverja leið til svona í bataferli eða heilunar að við getum verið sá eða svo sem að réttist úr við bara slutum þess að keðju og það hefur áhrif á svo margt það er svo margt sem kemur hana til en þú veist það hefur ekki bara áhrif á mitt líf það hefur áhrif á það er rauninni áhrif eins og ég var að segja bæði aftur og bak því það breytir við varum að tala tilfinninga til mömmu, það breytir henni löngu dáin. En ég samt bara sé henni í dag og ég getur henni brosa til hennar og sorgin og sásökin yfir því sem að aldrei var en hefði geta orðið. En samt sem áður, í staðan fyrir að sitja uppi með reiðina og allan þennan sásöka skömm og þá er þetta það sem ég get gefið, ég get ekki gefið það sem ég ekki hef aðgang að. Þannig að ég finnst það svo stór gjöf. En já, algjörlega. Þú hættir að drekka, var það ætlir í nauðsyn eða var þetta ákvörðun? Já, var ákvörðun. Í
kjölfar af leiðilegri drykkju? Já, ég var það var ekki að virka. Þetta var ekki að virka. Og ég vissi það alveg frá upphafi að það var ekki að virka. Og alveg frá upphafi, bara þegar ég drakk, mér leið alltaf rosalega illa á eftir og það var alveg sama hvort ég drakk 1 glas eða miklu meira. Mér leið bara andlega alltaf mjög illa. Og ég held að það sem margir sem þekkja þetta, ekki síst það sem koma úr alkoholísku umhverfi. Þetta alveg bara aftur skólabókardæmi ásakir að lítið neina. Vist ég þekki þetta líka. Já. En þurftur þú hjálpa þetta að drekka eða var það bara að þú... Það svona með hetjuna. Hún bara tókst þetta? Já, ég tók þetta. Ég fór nú í AA og með hjálp bara góðs vinar. Varstu búin að fara í skóla eftir mennskóla þegar þetta gerist? Já. Ég fór ég semst fór í MH, kynntist þar bara fyrsta kærastanum og við eignumst barn þegar ég var á síðasta ári í menntaskóla. Þá ertu 19? Já, 20. Já. Ég komst ekki inn í skólan, þá maður komst ekki inn á hausti, þurfti að bíða. Það var svo leið. Já, þannig að ég eignaðist barn bara í febrúar, útskrifaðist í maí og byrjaði í háskólanum hausti og fluttum út á Hjónagarða og þar byrjaði ég í háskólanámi, byrjaði í félagsráðgjöf, skipti svo yfir í uppeldisfræði og var svona í stíl við að ég vissi eiginlega ekkert, þú sagði hver ertu, hvert þetta fara og alltaf og ég vissi ekkert hver ég var, hvert ég var að fara eða hvað var að gerast yfirleitt. Það var bara föst í einhvern veginn að lifa af og reyna að finna út úr. En það ekki svolítið borðleggjandi, hetjan og alkabarni fari í félagsráðgjöf? Það mætti segja það. Það er svolítið 2+2. Já, það svolítið svolítið. En ég kláraði ekki, svo hættum við saman, þegar hún var rúmlega 2 ára og ég kláraði ekki námið þá. Ég var búin að skipta yfir í félagsfræði og útskrifaðist 2008. 2008? Jeps. Það löngu síðar í sögunni. Það bara löngu síðar. Það svona... Hvað gerðist þarna á milli? Allt. Segðu mig. Það gerðist ekki síst að ég árið 1987 var eitt sem ég langaði að gera og ég var einhvern tímann að keyra með Sillu vinkonu minni og ég sagði mér er alltaf langað að vinna í fjölmiðlum. Og þá var útvarpsstöðin Stjarnan bara nýorðin til. Var hérna niður í Sóltúni. Svo hliðarspurning, hver átti Stjörnuna? Var það Stöð 2-veldið? Nei. Það var einkareikni? Jón Axel, Gulli og Þorgeir Ástrands. Alveg rétt. Þeir komin á völlin. Þeir komin á völlin. Já. Og fóru mikið. Já, þetta var svo skemmtilegt. Þetta var þetta var bara nýkomið í gang, en ég labbaði bara inn og ég vissi ekki hver þetta Ólafur Hauksson var það útvarpsstjóri og ég sagði hvað heitir útvarpsstjórinn? Hún sagði það, ég get ekki að tala við hann. Og hún fór inn og hann fór inn til hans og ég sagði bara, mér var bara alltaf langað til þess að vinna í útvarpi og hann sagði, og hvað kanntu? Það kom svo með þessi típa, ég sagði bara allt. Þannig að ég fekk vinnu þar fyrst að lesa auglýsingar. Já. Og já. Nota röddina. Nota röddina. Varstu lengi hana? Hún lifði nú ekkert svo lengi. Nei. Hún lifði nú ekkert lengi? Nei. En ég fór þaðan yfir á Rás 2. Ok, næst í fjölmiðil. Óli Þórðar heitinn réði mig þar inn. Ég byrjaði með sjómannaþátt sem var í beinni útsendingu á miðnætti. Eða 12 til 1 held ég að það verið. Elsku sonur minn á mótorskipinu. Nei, það var ekkert svoleiðis. Ég var bara að spila og svo að vera að hringja inn og spjalla og fjölskyldur. Þetta var algjörlega frábært. Já, þetta var
blítt og létt. Þetta var ótrúlega skemmtilegu tími. Ég trúi því. Þetta var yfir sumar og eitthvað lengra og einhvern tímann þá var svo hringt niður af upplýsingaborg skiptiborðinu og sagt, það býður þín pakki. Svo þegar ég kem upp þá var þetta svona fiskblokk. Var einhver að þakka fyrir? Já, bara og ég var svo að rogast með fiskblokkin og frosin fisk og svo kom ég heim og var að reyna að brjóta þetta í sundi til að koma inn í fristi. En þetta var ofsalega gefandi og þetta eitthvað svona hluti af þessi svona í grunninn mínum einhver svona miðlun að vera í tengslum við fólk og Útvarp magic. Ég vunni við útvarp og ég deili svo með þér. Það eitthvað magic, þú eru bera á neðan útsendingar, skiptir ekki máli. Og það eitthvað magic við útvarp. Það algjörlega. Og þessi ár bara voru algjörlega frábær, bæði á Stjörnunni og síðan á Rás 2. Já. Hvað varstu lengi upp á Rás 2? Varstu eitthvað rockamikið deilda? Þennan þátt og hinn? Já, alls konar þættir. Ég held ég verið fastri vinnu til eitthvað svona 95-6. Ok. Já. Þannig það var aðal vinnaðinn að vinna við fjölmenn. Já. Og þú lifðir á þessu? Já. Vel gert. Já. Það var ekki svona eins grúskum mikið umhverfum svo í dag? Nei, það var allt öðru vísi. Það var náttúrulega ekki margar stöðvar og bylgjan var náttúrulega til og Já, þetta umhverfi bara fannst mér, það þetta, talandi að vera spontant og lifandi og að fara inn í beina útsendingu, það eitthvað líka örugglega spennan að sækja í spennuna og vistaldri. Og svo líka þessum tíma að fá, hafa möguleika á því að fá hljómsveiti og fólk einhvern veginn, Græja og gera. En persónulífið samhliða þessu svona? Já, það var alls konar. Ok. Já. Það fór Varstu þetta að drekka? Nei, þannig ég ekki að hætta að drekka. Það 97. Já. 87? 97. 97? Já. Ég reyndar hætti nokkrum sinnum á leiðinni og einhvern tímann hætti ég við 3 ár. En notaðir þið sem sagt, þessi alkaumræða sem að fipa með alltaf, hafi ég 65 ára og hefur verið utan eins og málaflokki alla ævi, Já. Að hún svo einhliða þessi alkaumræða, annarkvort ertu bara með genetískan heilasjúkdóm eða ekki. Og ég, sem sagt, ég skildi aldrei af hverju ég gat aldrei orðið edrú. Hún að fara í alveg huga meðferðum og alls konar. Já. Ég bara náði þessu ekki. Bara var ekki að kveikja á þessu. En ég fílaði aldrei áfengi. Þetta var gaman í mómentinu oft og allt það. En það sem að minn hryllingur var að það var svo erfitt að sitja upp með mig að ég gat ekki gert hann að deyfa mig. En ég var aldrei allt. Ég er búin að vera edrú í 30 eitthvað ár. En ég gæti aldrei leiðbila mig sem alka. Gerir þú það? Sérðu þið sem alkoholista í kjölfar þessar umræðu? Já, ég sé óörgur alkoholisti, en ég legg kannski öðruvísi skilning í það í dag og það svona, merki mig við að það breytir í rauninni ekki neinu fyrir mig. En ég myndi aldrei vilja láta á það að finna þó ég sé búin að vinna úr mjög mikið af þessum áföllum og af því fyrir mér þetta eiginlega alveg skýrt og ekki sérstaklega út frá bara þeirri vinnu sem ég vinn í dag og það svo mikil ný þekking að koma inn í þessum áfalla og streitufræðum 21. aldarna svo mikið af nýrri þekkingu reynda þekkingu sem hefur alveg verið til en það er bara svo margt að koma upp og bara út frá módelinu sem að ég vinn með að þá þegar við fæðumst inn í þennan heim og við erum að alast upp í aðstæðum sem eru óheilbrigðar ef við nota það orð
og það var að nota orðið á ensku verið þá dysfunctional og það náttúrulega allir í einhvers konar, það bara, þannig lífið, það ekki áfallalaust. En þegar við ekki fáum það sem við þurfum, ef ég fæ ekki stuðning og viðeigandi næringu og það bara að í rauninni finna að bara ég svo verðmæt og ég svo velkomin inn í þennan heim, að þegar það ekki til staðar og þessi heilbrigðu tengsl sem að ég er búin að segja frá minni fjölskyldu sem að kemur úr sínu að takast á við sitt og ef að því að það þannig að þá til dæmis átti mamma engan möguleika á að veita mér þá næringu sem ég þurfti, styðja mig við það á svona heilbrigðan og viðeigandi máta að verða svona fullorðin heil og þau hvorugt reyndar, það ekki bara hún. Þannig að það sem gerist að við náum ekki að vaksa og dafna, þannig við verðum í rauninni fullorðin, við verðum í svona skekkju. Þannig að þetta hér segir að við erum að lifa af, hérna erum við bara forrituð á grunnstillinguna ótti, flótti, frjósa. Bara taugakerfið stílt þannig. Þannig að í rauninni föst í viðbrögðum og til þess að geta lifað af, þá þarf ég að finna mér leiðir eða það einhvern veginn koma nú bara að því að við verðum í svona rauninni aðlaga okkur að fyrst það sem bara í kringum okkur, að fólkin okkar og til þess að aðlaga okkur þá þurfum við að aftengja við okkur sjálf og þannig náttúrulega höfum við ekki möguleika heldur að átta okkur á því hver við erum með að taka þær víni sem við í rauninni fáum útlöndar við fæðingu, fyllum þannig ekki upp í plássið okkar og þá verða til þessi coping leiðir eða leiðir til þess að lifa af og þær eru margar, það áfengi ein og það matur og kynlíf, vinna, bara nefndu það og í dag erum við að tala leiðir sem að í rauninni tala fíknir sem eru taldar góðar fíknir. Ég meina, ég gerði þannig reynda líka, ég sökti mér las. Allt í rauninni til þess að aftengja, finn ekki fyrir. Og þannig að hlaupa maraþon eða allar þessar leiðir sem við notum. Þannig að fyrir mér áfengi eða fíkniefni ein af þessum leiðum til þess að lifa af, þunglyndi, kvíði bara þannig að það má kalla allt þetta heila sjúkdóm, það hefur með heilan okkar að gera en það svo miklu stærra og meira heldur en þetta sé eitthvað bara eitthvað líkamlegt en það, hvernig geti fyrir mér hefur það bara aldrei mega sens eins og maður segir að líkami og hugur sé eitthvað sem aðskilið að það sem innræð með okkur lút einhverjum öðrum lögmálum heldur en holdið það bara hvernig gæti annað verið fyrir mér bara svo algjörlega skýrt. En í rauninni kannski skiptir einhver máli af hverju við gerum það? Nei. Að skilgreina það og í fræðimennsku að leibela mér finnst við svolítið komið þangað að leibela allar hluti, það alveg sama. Mér finnst alltaf að finna að heyra orðið sjálfsbrottin leikur því ég heyri það fyrst og þau nei, come on að það bara sjálfsbrottin leikur að það komið fagheiti á fjár. Ég held að við séum bæði það, en ég held að sé líka vaxandi og það ég sé það upp í gegnum bara bæði mitt starf og fólk sem ég vinn með og fólki sem ég svona tengist sem að horfa í þessa átt að það líka að breytast. Þannig að ég nú svona bjartsýn líka með það að við séum að opnast og átt okkur á að lífið kannski dálítið stærra og meira heldur en stundum haldið. Hvernig þá? Hvernig stærra og meira? Kannski kem ég þá að hugleiðsluninni og iðkuninni og búddismannum og það að
eitt lífið sjálft, svo það hugmyndin mín lífið og hvernig mótast hugmyndin mínar. Það mótast út frá því sem að ég fyrst elst upp við og það í rauninni sá veruleiki sem að mér sýndur. Ég þekki ekki annan veruleika, þannig að sá veruleiki verður eiginlega að trúnni minn hver ég er. Talandi að upplifa það skipti ekki máli að vera einskis virði og vera hér og horfa á lífi hérðan. Til þess að verða heill og eitthvað geti breyst, að þá ég hafa annað sjónarhorn. Og það hér. Ég þarf að vita að ég hér. Ég þarf að vita að hugmyndin mín lífið ekki endilega raunveruleikin ekki bara það sem það er ekki eitt sannleikur. Nei. Og ég man alveg eftir því að við fórum hjónin, ég kynntist mannin mínum, hann heitir Ástvaldur Traustason, kynntumst árið 98 og byrjum að vera saman 99 og hann var þá byrjaður að iðka hugleiðslu og mér alltaf bara alveg eiginlega frá því ég man eftir mér og þá fannst mér einhvern veginn lífið dálítið merkilegt og mér fannst eitthvað svo bara ótrúlegt. Fyrsta lagi bara maður hugsar að vera með hennar líkama. Kynnti hann þig fyrir þessu? Fyrir sen, já. Að vera með engan saum á líkamanum. Þetta getur þetta verið. Þetta er svo mikið rugl, sko. Já, góðan þetta. En allavega að þá baði ég mig einhvern tímann að fá að koma með þegar hann var að fara huglega. Og það var alveg þótti sjálfsagt mál. Og það var setið semst í þögn 40 mínútur, svo var gengið í þögn í 10 mínútur og svo var setið aftur í þögn í 40 mínútur. Þetta er fyrsta skipti sem ég fór. Hvernig púlaður þetta? Ég var svo reið. Ég var brjáluð. Ég bara satt á þessum púða. Ég áður með að sitja á púða á gólfinu því ég liðu og hafði verið í fimleikum og hann líkamlega ekki erfitt. En ég bara hugsaði, hvað hefur þetta fólk ekkert annað að gera við tíman heldur en að sitja og þegja? Og ég bara minntist ekki á þetta í ára eftir. Bara ekki. En svo eins og kannski svona fleira í lífinu, þá bara gerast hlutirnir og rúmlega ári seinna var ég komin til Kaliforníu upp á fjall, Sonoma fjall. Þar sem að sen á Íslandi, Yakusho Kwon, með sitt setur. Má ég stoppa aðeins? Já, mátt alveg stoppa mig. Sen, útskýrð orðið sen. Þetta er notað mjög mikið að vera í seninu. Að sa-sen, sem er sitjandi hugleiðsla, að leiða hugan að, þetta er lífið sjálft, rauninni að sjá lífið. Þetta er raunverulega bara lífið? Já, þetta er lífið. Ok. Já, að vera, að ég heyri svo mikið í dag að vera senaður, og þá svona tengir fólk að vera svolítið afslappað og... Já, allt í gutti. En það er ekki endilega það, heldur það að vera í tengslum við lífið eins og það er. Og þá kem ég aftur að því að lífið eins og lífið er ég held að það sé. Það er að segja út frá öllu því sem að ég hef upplifað, skynjað, túlkað og síðan kemur nýtt viðbragð hvernig ég bregst við lífinu eða svara lífinu. Og ég get svarað ekki hér eða hér, einhvers staðar á milli, en sen styður við hugleiðslan að leiða hugan að sitja með því sem er og smám saman, þetta er svona gruggið í vatnsglasi að smám saman þegar maður situr og fylgir andardrættinu og svo fer hugurinn á flakk og þú kemur aftur og þá smám saman sest þetta grugg og það verður eitthvað tært, eitthvað sem að verður skýrara. Svo fæ ég að tilfengna og þú þurft að hafa rosalega mikið fyrir þessu. Þið er búin að heyra forsöguna innan út konum upp á fjall í Kaliforníu og
bálreið eftir fyrstu hugleiðslu Já, tíma? það átti ekkert eftir að batna svona fyrst. Það var rosalega erfitt. Það ekki? Jú, ég skil það svolítið vel í dag, sérstaklega eftir að ég fór áttaði mig svo á bara hvernig líkaminn minn og hugurinn sat uppi með svo mikið eftir æskuna og allt mikið óunnið, mikið sem sat eftir, þannig ég var í rauninni svona bara tauga hrúga, myndi maður segja. Og þannig að stundum settist ég inn og byrjaði að sitja klukkan 5 á morgnana, sitja þetta með gömul hlaða, þetta var bara út í skógi, bjó í kofa út í skógi, og ég var mætt, settist á púðan og byrjaði og svo bara svo kannski bara 20 mínútum seinna var ég bara staðin upp og bara út brjáluð undir sæng. Ég réð ekki við þetta og oft þegar maður verður svona varnarlaus, hjálparlaus, þá reiðin þetta afl sem að líka bara er bara að leka niður og ég geti ekki gert þetta, þannig að reiðin hún svona hjálpaði mér. En þarna var ég þetta svo heppin að hafa kennaran sem að var á staðnum og ég sé í dag hvað bæði hlutverki hans og hvernig hann studdi við mig. Það var ekki með að kenna mér með því að segja mér eitthvað hvernig ég ætti að vera, hvað ég ætti að gera. Heldur bara það þegar hann satt á í sinni bara á gólfinu á púða og svo satt ég fyrir framan hann. Andardrátturinn hans alveg niður í maga sem þýðir að taugakerfið stillt á öryggi og tengsl. Það innan þolmarka á meðan að taugakerfið mitt var á stillingunni ótti flótti frjósa sem utan þolmarka. Og þetta kallast á ensku co-regulation, að rauninni að stilla kerfið, að þannig erum við öll samtengd. Að það að við sitjum saman, að ef ég væri öll það hefði áhrif á þig. Við fyrst að erum við spegilfrumur sem eru alltaf að skynja. En ég sé það í dag að róin hans róaði mig. Þannig að ég ekkert sagt. Jú, stundum vorum við bara að spjalla, en svona senkennslan meira að þetta við lærum ekki gegnum, þetta ekki svona rök að læra og þetta að læra með því að skilja innan frá og út. Þannig að þetta ekki svona, þú lest eitthvað, þetta ekki frekar en að ég ætla að læra skriðsund og ég myndi lesa bók skriðsund og fara svo á YouTube og horfa á vídeó. Kann ég þá að synda skriðsund? Líklega ekki. Þú kann það benda á það? Ég kann það og ég gæti kunnað tökin, en svo bara allt annað, þú kemur í vatnið og finnur og það er sama með allt lífið. Þess vegna eins og hugleiðslan styður við þetta að þú rauninni og þú andar inn hér, ekki þú finnur hvernig andar upp og svo. Þannig að því að við erum miklu meira heldur en að við erum alltaf að vinna með hugan. Þannig að en við erum hugur og líkami, sállíkami sem maður segir. Ég hef verið mjög ósátt við það að flest sálfræði skuli vera svona kognitív, sem sagt hugræn. Og fyrir einstaklingi eins og mig, með öll tráman mín og allt þetta, veist, alveg klárgaur, veist, ég horfa þig í sjálf, klárkona og allt þetta. Að við sem komum úr svona brotnum baklandi, við manipulerum þetta til helvitis á 0-1, svona hugræn atferlismeðferð. Það er einmitt þetta sem þú segir. Ég varð ekki edrú, eignast ekki líf fyrir en ég fór reyndar aðra leið en þú, en á svona nótum. Það var mín leið. Var þetta leiðin þín að gera í dag? Já, í upphafi, já. Og bara hefur breytt
lífinu mínu algjörlega. Þó að það sé ekki markmið vegna þess að vera til staðar hér og nú, ef að ég með það markmiði að huglega til að verða betri, til þess að verða eitthvað eða að gerist eitthvað, að þá hef ég rauninni ekki möguleika á að vera hér og nú. Þá er ég eftir að komin farin eitthvað annað. Þá er ég búin að ræna þessum möguleika. En þetta er ekki meðferð, af því margir eru að tala eins og núvitund og þetta sem meðferð, það hjálpar til. En það sem það gerir ekki síst, það er að styðja við okkur að skilja, fyrstulega okkur sjálf, en síðan lífið á þennan djúpstæða hátt. Að við erum ekki aðskilin og það sem kemur fyrir mig, kemur líka fyrir þig. Það kemur fyrir allt. Við erum öll tengd. Allt er tengd. Þetta er allt tengd. Já. Við erum náttúran. Við erum náttúran. Við erum öll lögguð. Já. Þú sagðir áðan að þú eru innvígð sem nunn. Já. Gerðist það þarna? Nei, ekki þarna. Þetta er löng leið. Það bara svona sem þegar ég byrjaði að iðka sen, þegar ég fór upp á fjall, þá var ég ekkert að spá í þetta. Þú fórst þangað? Í upphaf, var það maðurinn þinn eða? Já, ástæðan fór þá var að því að hann hafði langað að fara og vera hjá kennaranum, iðka en ég hugsa grunn ástæðan fyrir því að ég fór og örugglega fyrir því að við erum líka saman er að það er eitthvað dýpra og meira sem við bæði svona finnum fyrir í lífinu, þessi forvitni, þessi einhvern veginn opni hugur að skilja og einhvern veginn finna dýptina í lífinu og ég held að það sé svona það sem að við eigum sameiginlegt og við hefum svona stutt hvort annað á þessari leið. Og þannig að það má segja að það var svona það sem að hjálpaði mér fyrst á staðinn, en ég hafði alltaf haft gríðarlegan áhuga. Og síðan bara þróast þetta við er hópur heima, Sen á Íslandi, sem við erum hluti af og í dag er ég Sen nunnagift, Sen munki og hann er reyndar Sen kennari hann er kennari Sen á Íslandi í dag. Okay. Hann er fyrsti ábótinn sem verður hjá Sen á Íslandi. Já, töf. Já, þannig að við vorum þarna í hálft ár, en síðan er þetta iðkun sem bara búið að vera stöðug í þessi 20 eitthvað ár. Þannig að þetta er raunverulega ykkar lífstíl. Já, svona iðkun okkar í lífinu, já, að það er svona grunnurinn er þessi leið. En samhliða þessu íhugun og nunna og allt þetta andlega stöf, hvað varst að gera til hliðar með þessu? Lifa, vinna, mennta þig? Hvað var í gangi í raunheimum? Í raunheimum? Já. Já. Ég hef aldrei farið þessar hefðbundnuleiðir. Nei. Eins og ég sagði þér áðan að þá byrjaði ég í háskóla 84 og útskrifaðist 2008 og Vel gert. Já, en fór síðan beint í annan nám. Fór í mastersnám í lýðheilsufræði. Já. Og í háskólanum í Reykjavík og kláraði það. Vel gert. Og svo var ég alltaf lengi viðlóðandi fjölmiðla. Stökk reyndar inn á S.A.A. þegar ég sjálf hætti að drekka í staðan fyrir að fara svona í eitthvað nám, fór ég bara að vera ráðgjafi. Og það er svona mín leið. Bara eins og ég settist beint á púðan og að þá er ég einhvern veginn bara beint í aksjónu. Það er eiginlega svona langt á milli púðans og S.A.A. Já. En það var góð reynsla og þar, ég held að ég hafi vitað að mér langaði til þess að hjálpa. Mér langaði til þess að miðla og mér langaði til þess að styðja við fólk og kannski var það náttúrulega líka mín leið til þess að styðja við sjálfa mig. Þannig að ég var svona leitandi í þá átt.
en ég samt áttaði mig á þar að ég vildi ekki alveg fara í þá átt, mér langaði að vinna einhvern veginn öðruvísi með heilsu og andlega heilsu. Þannig að ég fór þannig í lýðheilsufræðina og ég byrjaði að halda ráðstefnur, með heilsuráðstefnur. Þú ert heilheimur? Já, ég er heilheimur. Af alls konar. Ég sá það heimasíðunni. Já. Flott síða. Já, takk fyrir það. Hvetja ykkur til að kíkja inn á síðuna, heilheimur. Já. Þannig ég var að vinna sem verkefnastjóri í alls konar viðburðum, vika símenntuna, fyrir menntamálaráðuneytið og bara út allt, eins og mér finnst bara gaman að gera svo margt. Þannig að það klænir þig, þú fílar það að vera svona, þú ert ekki sem lokað inn á skrifstofu í mörg ár. Nei. Og klára starfsaldurinn og gullúri. Nei, ég reyndar alveg, ég held ekkert það, ég er búin að koma því þannig fyrir í lífinu mín í dag. En það sem gerist eftir að ég fór í mastersnámið og hélt þar áfram, þá var líka lífið alltaf að þrengja að mér. Hvernig þá? Það bara, ég var í gegnum alla iðkunina mína og það sem var að gerast, þá fann ég að það var eitthvað sem var fast. Það var eitthvað, ég var föst. Þannig að þessi upplifun, ég var að gera fullt af skemmtilegum hlutum, en talandi með hann ótta, sem var svona mikill og djúpur, hann stoppaði mig. Og ég var með óboðslegan kvíða og fyrir verkefnunum sem ég var að vinna í að það var ekki sést utan á mér og ég virkaði alltaf og örugglega fyrir suma bara þú veist, með þetta á hreinu. Já, góð með sig það var bara var ég ekkert að ráða allt og vel við þetta. Og það hefði kannski átt að segja mér eitthvað, ég fór að vinna sem þula í sjónvarpi 92. Sem sagt næst á dagskrá? Næst á dagskrá, áður en það það hætti. Ég hafði verið að vinna í útvarpinu og bara fyrir þetta var svona aukavinna, fá aukapenning og gekk bara vel þangað til eitt sinn. Settist inn og ég settist í svona stól í svona mjög litlu herbyggi og var rosalega heitt. Og svo bara bíða eftir ljósinu. Svo þegar græna ljósi kemur, að þá var eins og einhverju staði fyrir ofan mig með svona bara heil svona fötu fulla af þvílíkum ótta að úrvarð bara svona panikattakk í beinni útsendingu. Ái. Þannig að ég komst í gegnum það, augun alveg svona stór og komst í gegnum það, en bara algjörlega búin. Þannig að það var bara flemtur kvíði. Já, það er bara eitthvað sem bara hefur safnast upp og svo bara myndast réttu aðstæðurnar og úr varð 6 ára ferli. Ég fór ekki í flugvél, bara í alls konar aðstæður sem að ég bara í rauninni lokaðist inn og ég sá ekki fyrir mér að ég myndi nokkuð tíma bara til dæmis fara til útlanda aftur eða svo margt bara í lífinu sem að en á þessum tíma samt vissi ég ekki almennilega hvað var að gerast og af hverju þetta stafaði. Þannig ég fann svona leiði til þess að Óttinn hlýtur að hafa verið undirliggjandi í þessu öllu saman. Algjörlega. Og svo tók hann bara yfir. En ég hélt áfram, en ég hélt þetta út held ég man ekki hvað, ekki kannski alveg ár, en ég gafst henni bara upp þarna í sjónvarpinu því að ég réð ekki við það. Það bara var mikið og kvíðinn. Ég hélt áfram í útvarpinu, ég gat það og það eins og þetta verið svona tryggur að tala í dag, að bara aðstæðurnar, ég kom inn þar aftur að þá kviknaði á öllu. En ég allavega fann mér leið eins og ég hafði nú gert til þess að vinna með það. En ég vissi ekki þá, ég var svona bara meira að laga einkenni. En þetta er birtingamynd frá bernskunni og í gegnum áföllin. Já, það bara þannig að við höfum ofboðslega mikla aðlögunarhæfni. Og við getum bara eins og við vitum og bara horfum að heiminn í dag, við getum lifa ótrúlegustu hluti af. En síðan bara kemur af því að það er einhver trigger. Já, það er ekki bara trigger, heldur þetta er bara eins og geymsla. Þú veist, þú getur bara þetta tróða alltaf miklu í geymslur
En svo kemur einhvern tímann að því, ef að þú náttúrulega bara hendur ekki gömlu dóti eða tekur til, að það bara einhvern tímann bara flæðir yfir, það bara kemst ekki meira. Og það reyndar það sem var að gerast, að margt sem var fyrir sem að bara átti ekki heima þarna lengur. En það margir sem að óttast óttan við að takast á við sjálfan sig. Það verður það. Þannig að það verður svona spírall í vanlíðan. Já, maður líka að því í þessum leiði sem við finnum til að lifa af. Við höfum og innra með okkur þetta líka við trúum ef við förum eitthvað að hrófla við, þá fer allt í vitleysu, fer allt í stjórnleysi og við missum tökin. Þannig ég skil það svo vel og það var líka hjá mér. En þannig að síðar ég var samt ekki að kveikja fyrir en svo bara þrengir að í rauninni, ekki það þetta versna, heldur svona náði ég að vinna með það og fór að fara til útland aftur og allt það, en samt sem áður, ég var með svona alls konar leiði til þess að lifa af og til dæmis. Hvernig leiði? Illa. Já, ég meina, það borðleggjandi, en svona, hvaða leiðir fannstu, nú veit ég að kvíði þekkt kombo, margir krumpast með kvíðina sinni í skömm, var ekki út úr húsi, en veistu, ég sjálfur díla við kvíða þannig ég farið í sjúkrabíl yfirliði og alls konar, en þetta samt svolítið tabú, þessi umræða. Hvernig díla maður við þetta? Hvað fyrsta skrefið? Það sem varð einhvern veginn, örugglega líka í að því að hugleiðslan hjálpaði mér að skynja og finna betur og átta mig á hvað var að gerast. Þannig á endanum að þá fer ég á meðvirkninámskeið í Skálholti. Í Skálholti. Já, ok. Já, Önnu Sigríði. En í næsta húsi. Í næsta húsi. Og það var upphafið af leiðinni, annarri leið. Þessi bara leiðin sem ég ennþá, vegurinn sem ég ennþá að ganga. Þannig að svo leið leiddi mig inn í, bara þegar ég fór inn í þá vinnu og hélt svo áfram eftir námskeiði að vinna þá vinnu og bara var eins og opnaðist mér heimur. Líka bara opnaðist þegar ég fór að skilja, það var ekkert að mér. Þú varst ekki að deyja? Nei, ég var ekki rugluð, það var líka því að bara, hvað að þér? Ég með fullt af góðum eiginleikum og hæfileikum og sem bara gátu verið að njóta sín, en voru ekki að gera það. Að ég lokaðist alltaf inn, ég fór og gerði eitthvað og svo kom ég ákveðið langt og kerfið bara stoppaði mig að koni hættulegar aðstæður. Þannig að það bara kviknaði á einhverju og ég bara opnaðist tækifærum til þess að læra þessi fræði sem ég stökk á. Gerði það og var líka í því námi kynnist ég manni sem var að kennarinn og psykoterapisti í London. Nú, erum við komin í psykoterapíu? Já, þetta grunnurinn í meðvirknifræðinum liggur það, sko. En bara fyrir svo fólk skilji hvað psykoterapía aðeins bara útskýra það? Psykoterapía, ég get svo sem ekki, kannski... Það eitthvað íslenskt orð komið á þetta, sál, datt úr mér. Já, það eitthvað sál, eitthvað. Já, sálmeðferðarfræðingur en þá það talandi að við erum að tala leiðir þar sem við erum að vinna með kognitíft eða vitsmunina, við kalla top-down meðferðir, að eins og psykoterapían hún getur top-down og bottom-up. Hún inn í kerfi, hún þessi heild í rauninni og þú ert alltaf subjectið í náminu. En þetta var ekki í rauninni það nám, þó það sé inn í því námi, heldur þessi áfalla uppeldisfræði sem Píu Melody, sem við köllum í meðvirkni,
í daglegu tali sem að grundvallast á því að skoða hvaða áhrif það hefur á okkur alast uppi þeirri fjölskyldu sem við öðlust uppi. Og þá skekkju sem verður til í óheilbrigðum fjölskyldumynstrum sem að við komum síðan með út í lífi og erum að lifa lífinu hérna í survival eða að lifa af. Þannig að þegar við skoðum þetta á dýpri máta og getum í rauninni útskýrt þetta með lífeðlisfræði þar að segja hvað er að gera þegar við erum að tala um að vera föst í óttaflótta, þá erum við föst í að lifa af, þá erum við föst í þessari skekkju og til þess að breyta því, þá þurfum við fyrstanlega að vita hvað er að vera tengdur, vera að hafa upplifað að vita hvað eru heilbrigð tengsl versus óheilbrigð, ekki fullkomin tengsl. Við erum aldrei að tala um eitthvað sem er fullkomin. Það er lína mér. Já. Þannig að ég vissi það ekki. Ég bara mitt líf að því við segjum að það sem við ölumst upp, hversu skrítið eða óheilbrigð sem það getur verið eðlilegt fyrir mér. Af því að það er mitt líf og ég kann að ráða við það, en það er ekki víst að sé heilbrigt. Ég veit það ekki heilbrigt, en það er við köllum það heilbrigt ef allir eru nærast í hreðrinu. Það er bara þetta annmarkar á öllu eins og lífið er. En við ráðum við, lífið er áskorun og bara við höfum svo litla stjórn oft á því sem að lífið býður upp á. Lífið gerist bara. Það gerist. Við höfum stjórn á mörgum hlutum en miklu fleiri höfum við ekki stjórn á. En það er ekki þannig sagt að við ráðum ekki við eitthvað sem kemur upp á, en það er spurning hvernig er fjölskyldan í stakk búin. Það er að segja hvernig ef við hugsum bara kynslóðurnar, við hugsum mömmu og pappa sem kom inn í sitt líf, bæði úr erfiðum aðstæðum og með fátæktar, alls konar hlutir sem eru þar. Þau koma saman, þannig gerist þetta. Við löpum út í lífið okkar með tengslinn okkar úr æsku og tengjumst. Líkur sækir líka heim. Já, það bara passa saman. Og hér, ef við erum hér og búum hér, og þá er þetta svona. Það er bara svoleiðis. Þannig að ég lýsi þessu svona að hver og einn sem stígur inn í einhverja vinnu eða skoðun að vinna með sjálfan sig og breytist þetta sjónarhorf. Það hjálpar öðrum. Það getur vel verið að gerist eitthvað þannig að gangi ekki upp ef eitthvað gerist, en það eru kannski alveg jafn mikla líkur á að þetta gerist. Og hér, þegar við mætumst hér er við eina leið þar sem ég get sýnt þannig nándina, sýnt hér og sagt hver ég sem er rými sem kemur, sem er ekki hér. Það er ekkert rými hér. Það er allir einhvern veginn saman krullaður og enginn veit hvað hann byrja og hinn endaði. Hér í fyrsta lagi kemur svo mikið rými og hér get ég heyrt og séð. Svo ég get ég gefið öðrum rými til þess að segja mér hver hann er og sinna. Hér getum við náð samkomulagi, hér getum við átt samtal, hér erum við föst í viðbrögðum. En það er eitt af því sem fólk óttast hvað mest, það er samtalið. Af því að þegar við erum hér, þá erum við líka alin upp í, til dæmis að vera alin upp í, eiga að standa sig eða einhvers konar skekkju þar sem að því þegar ég bað, þá hef ég enga möguleika að sjá heiminn nema hérvan. Þannig að hann snýst mig og þar að leiðandi ef mamma verður reið, þá snýst hann mig. Ég hef ekkert möguleika að sjá að hún er reið af því henni líður svo illa, hún er veik og alls konar hluti. Þannig að þannig, eins og ég sagði áðan, verður trú mín það hver ég er í gegnum það sem aðrir ekki bara sýna mér, af því við erum alltaf að vinna með dýna mig. Skynjararnir eru búin að pikka þetta allt upp. Alveg frá upphafi. Þannig að þannig verða viðbrögðin mín á þá leið. Ég er að bregðast við, þannig að þá erum við föst og þú segir eitthvað, hvað meinar þú? Og þá held ég að setja að tala um mig og þar erum við föst. En við vitum kannski ekki að því þegar við þekkjum ekkert annað. Nei.
En það, ég sé það því bara í gegnum minn starfsaldur með fólki í vanlíðan. Já. Að það samtalið eins og sko að eiga þetta samtal við náinn fjölskyldumæli, maka eða einhvern annan, að það bara kvíðavaldandi prósess. Já. Og mér okkar að segja að hér að best var það 12.000 kalli 1994 var því fór námskeið á Hugo Þórisheitnum samskipti foreldra og barni. Það var upphafið af því hvernig ég kommunikera, hvað segi ég, hvernig body, hvernig kem ég með til skil, hvernig kalla ég fram, ég græða því að þú sett hamingjusöm, hvernig get ég unnið í því að kalla fram það besta í þér og þess að ganga á mig, skilur við. Og þá erum við komin inn í meðvirkni dæmi. Fyrir mér bara ein leið og það að vera sjálf hér. Já, en ef þú veist ekki hvað það er. Nei, ég að segja ef ég kalla það fram af því að fyrir mér af því að við viljum svo oft læra hluti héðan og finna leiðir og sem skiljanlegt vegna þess að við erum ótengd við það sem innra með okkur. Og hvernig, það erfitt að það eitthvað sem þarf að opnast. Það að því þetta hefur ekki með gáfur að gera og eins og ég segi við fólk að ef þetta snerist gáfur eða vera skipulagður eitthvað, væri erum öll búin að en það eitthvað sem ég segi, þessi forvitni eitthvað, það sem að ég segi stundum skiptir ekki máli hvað ég geri sem fyrsta skref ef að ég byrja einhvers staðar og ég opin fyrir því að sjá hvað gerist. Við höfum hvert og eitt okkar, allt sem þarf. Því við erum þegar heil í grunninn, en við höfum bara ekki aðgang af því. Þannig að eins og bara, vinnan mín dag að styðja við og með því sjálf að vera hér. Ef ég föst í þessu, þá það ég annarkvæmt að reyna að fixa fólk eða segja því hvað það á að gera og sem þýðir að ég heyri, þannig ég heyri þá bara við fólki, bara hvort ég heyri inn í sér og það það sem munurinn hér og hér, að þegar við erum stillt hérna, að þá höfum við svo lítið möguleika á þessu samtali og þessum nánu samskiptum að því að við erum bara stillt í að sjá fyrir hættur og forðast þær. Annarkvort að berjast við þær eða forðast þær. Þannig mér það líka átt okkur á því að þetta ekki í hausnum á okkur. Þetta miklu takk fyrir að segja þetta. Þetta miklu dýpra og þegar að ég eins og ég segi stundum bara svona lítið dæmi, einhvern tíma vorum við á fundi, maðurinn minn var ástandum með mér og það einhver sem segir eitthvað og kerfið mitt bara og ég fer í mitt fight og svo eftir fundina þá sagði hann svona, það hefði nú verið gott, hefði verið svara þessu svona. Ég segi það hefði verið algjörlega frábært, ég var bara ekki staðnum. Nákvæmlega. En að geta rætt þetta svona, því það var ekkert verið að skamma, því þetta var líka sagt í mýkt, það hefði hjálpað eða eitthvað slíkt, en þá ef að ég hefði átt vonað að það skamma mig, þá hefði ég ekki þá koma og það það sem að en þetta sem við erum alltaf að skynja og ef við upplifum ekki einhver heyr okkur eða sjá tilbúin til þess þá lokum við. Þá erum við ekki að fara að deila í okkur í nándin. Nákvæmlega. Það ekki öruggt. Það bara það. Og það líka undirliggjandi náttúrulega ótti að vera hafnað. Ef ég set mig á borðið fyrir framan þig allar að strampa á því, allar að sýna með virðingu í gegnum ef ég segi mér líður illa og ég 30 ára núna og ég í klessu, hvernig ætlar að fara með mig í aðstæðum og til að spila það safe og segja þér að brekki. Þá ég alveg tryggður sko. En meðvirkni, orðið meðvirkni sem nota daglega út alla Facebook og allstaðar og meðvirkni hér og meðvirkni þar, hvernig
Ef að þú súmerar upp þessu Já. orði meðvirkni, Já. hvernig myndirðu skilgreina það? Ég er farin að segja í dag, meðvirkni snýst lífið sjálft, alveg eins og sem. Það snýst ekki eitthvað orð eða einhverja hugmynd sem á bak við það. Það snýst allt lífið okkar, hvernig við nálgumst það, hvernig við upplifum það, hvernig við svörum því. Og það snýst grunninn okkar. Ég nota oft líkinguna ef að væri leki á þessu faki hérna og við varum komið með rakaplettin á vegginn og við ætlum að það er náttúrulega ekki í lagi og hvað svona fyrsta sem dettur í huga að gera, sérstaklega ef ég veit ekki lekan og hvað hann ég get sagt hvað mér datt í huga að gera þegar þetta gerist heimlega minn, að sandpapir ég pússaði veggjum og ég mála hann. Máli döld. Nema það var það þetta ekki vegna þess að smátt og smátt meira sér áður en að ungan og þetta kom aftur að þá byrjaði ég að fá alls konar einkenni og byrjaði að veikjast og óútskýrt og svona óáþreifanlegt af því að það var einhvern veginn ekkert sem sást. Þannig að á endanum að þá kemur það í ljós að það er leki og það þarf að gera við hann, fjarlægja skemmt efni og svona og síðan getur þá laga þennan vegg. Og það er sama sem við segjum með meðvirknina, að meðvirknin þessi skekkja sem verður til þegar við erum að alast upp í óheilbrigðu fjölskyldumynstri, þessi áhrif sem að verða án þess að við í rauninni áttum okkur á oft, af því að við vitum ekki, ég get ekki sagt 10 ára hvað grunnþörfum átt að sinna, hvernig átt að hlúa mig tilfinningalega, hvernig átt að styðja við mig, þannig ég gæti farið að græja mig út í lífi sjálf, svona viðeigandi eftir þroska. Þannig að það er þessi skekkja sem verður til, en allt lífið mitt sé ég út frá þessari skekkju. Og það er það sama, og svo ætla ég að fara að laga það, þá er það eins og með vegginn, að það er komið alls konar birtingarmyndir, og það er eins og kvíði, það er þunglindi, það eru fíknir, bara stjórnsemi, já, bara þóknun, allt þetta, bara hvernig ég haga mér í lífinu, hvernig ég rauninni aðlaga mér og er að bregðast við allt af því sem er fyrir utan mig. En í rauninni er ekki tengt því sem er innan með mér og þess vegna heyri ég hvorki mína rödd og get þess vegna ekki fyllt en ég veit ekki hverja þarfirna mín er, ég veit ekki hver ég er og hvert ég er að fara. Þannig að lekin eru ræturnar mínar, það er fjölskyldan mín. Það er kragan. Já, þannig að til þess að laga þessi einkenni og þessar birtingarmyndir, þá þarf ég að skoða hvaðan lekin kemur og hvernig hvaða áhrif hann hefur haft. Þannig að þegar ég stoppa hann, þegar ég fer í gegnum þessa skekkju, til að bara sjá eins og fyrir mig að átta mig á hvaða áhrif það hafði á mig, alast upp í fjölskyldunni þar sem mamma er veik og pabbi hefur ekki í rauninni burði til þess að gera það sem hann hefði þurft að gera fyrir mig. Eins og ég segi í dag að það sem hann hefði þurft að gera hefði verið að vernda mig. Og af því að hún gat í rauninni bara ekki séð mig. En hún gat alltaf séð sjálfa sig og hún hefði þurft bara að fá miklu meiri stuðning til þess. Þannig að þessi skekkja verður að ég er í rauninni heima með henni og er að reyna... Svo sem fullorðin kona að vinna úr öllu sem þú fékkst í veganesti inn í lífi. Já, og sama með þú veist, en eins og ég segi, það tók mig, ég var bara að verða, man ekki hvað ég var gömul þegar ég byrjaði á þessari vinnu, þetta var ég búin að gera mjög margt, en ég hafði ekki farið í ræturnar, ég hafði ekki áttað mig á, þú veist, að margt af því sem ég sat uppi með átti ég ekkert í, en hafði, rauninni náttúrulega bara fengið með mér. Og var fast í þessum viðbröðum, þessum skynjun og skilningi á mér út frá því sem ég hafi alist uppi. Þannig vinnan er fólkin í að sjá mig í þessu mynstri. Hvernig í hvað hlutverk ég fer, hvernig tengslin eru, þessi höfnunartengsl, því að það eru heilbrigð tengsl og svo eru við með þessi, fyrir mig eins og pabbi, hann var þarna en hann var ekki
til staðar eins og ég hefði þurft á að halda. Þannig að ég í rauninni til þess að verða samþykkt af öðrum karlmanni, þá þarf ég að leggja eitthvað til, ég þarf að gera eitthvað, verður til þetta óheilbrigða mynstur, þannig að ég í rauninni á ekki skilið ástin og umhyggjuna nema ég leggja eitthvað að mörkum, ég þarf eitthvað að gera að vera til þess. Og síðan erum við að kalla klessutengsl, enmeshment, eins og við mömmu, að ég lýsi svona að þetta fullorðna manneskjan, þetta barnið, örin á alltaf að fara svona frá foreldri til barns, en eins og þegar hún er veik og ég er heima þá í staðan fyrir að hún sinni mér, þá er ég farin að aðlaga mig að því sem að þannig að örin fyrir að fara í öfuga átt. Þannig hún tekur þetta með kalla þessi klessutengsl og sumir upplifa að hafa oft mjög náin tengsl. Hérna, ég reyndar upplifið það ekki, því það var mikið reiði og annað. En það er nefnilega munur á nánum tengslum og þessum klessutengslum. Og síðan er hitt að þá fyrir örin í þessa átt. Þá er fullorðnir í rauninni horfir í öfuga átt. Og þannig að fyrir mér bara kemur trúin að það er enginn að fara að bjarga mér. Og sem fullorðin manneski í þessu hetjuhlutverki þegar þú segir, og hvað finnst þú stuðninga, hvað gerir þú? Ég fann bara út af því. Af því ég átti ekki vona því að geta beðið stuðninga, því það var ekki eitthvað sem ég gat gert og barnið gat gert. Nei, maður ferða svolítið í ferðamesti að maður sé kannski ekki alveg þess virði. Það er upplifun. Upplifun tilfinningin ég á ekki rétt á neinu, ég er réttlaus í mannheimum, þannig ég tek á mig bara svarta sauðinn og rotamann og annan því ég er að skipta, en að því tíminn er svolítið fann að hlaupa frá okkur, við erum svo duglega að tala, við erum bara svo duglega, að það var mikill áfangi fyrir mig, það hringdi mig vinur minn frá Svíþjóð fyrir mörgum árum síðan, og hann sagði við mig, Mummi, veistu það, allir eru alltaf að gera sitt besta. Og mín fyrstu viðbrögð var bara þegið. Yeah, right. Yeah, right. Veist, allt þetta kombo. En það er ástæðan fyrir að ég gerði ekki betur. Ef ég gerði ekki betur, var það því ég var þreyttur, ég var bara hundlatur innan dag, en ég gerði mitt besta með aðstæður. Því ég náði að heimfæra þetta inn í fjölskyldumynstri með vanhafa foreldra. Veist, og einu stað á lífsleiðinni var ég mjög vanhaft foreldri líka, þannig ég var spegill þess heimilis, að því ég fattaði það allir að gera sitt besta. Við bara kunnum ekki betur. Og það var ákveðin léttir að tengja þetta. Og svo þegar við byrjum að geta gengist við okkur sjálfum og sýnt okkur mýkt og mildi á þess að ekki segja yeah right eða og ég get sagt ég gerði mitt besta, ég gerði mér alveg grein fyrir því að það var ekki alltaf gott og ég hugsa barnið mitt og mína dóttur og mig í minni skekki það er engin önnur leið heldur en að ég hef skilað einhverja því til hennar það bara er ekki hægt annað þú veist, að dömpa því eins og maður segir. En fyrir mér er líklega einn stærsta gjöfin, ég er búin að tala gjöfin í svona þessari vinnu að nálgast sjálfan sig, eða vinnu, iðkun, í lífinu, að gangast við mér án þess að rífa mig niður og án þess að þú veist, ég get sagt, já, ég var sannarlega að gera mitt besta með við það sem svona ég hafði. En ég veit að það hafði ekki alltaf góð áhrif og góðar afleiðingar en það er allt í lagi með mig. Ég man eftir því að ég sagði við dóttur mína það er svo margt sem ég hefði viljað gera öðruvís og margt sem ég á sem ég er búin að yfirfæra á þig. Og þá sagði hann, já mamma mín það er nú ræst vel og mér er það ekki. Ég sagði, jú, það vantar alls ekki, en það breytir því ekki að það er margt. En í staðinn fyrir að fara, þú veist, að segja, veist hvernig það var hjá mér, eða réttlæta það, eða að það bara gengst við því, og svo segi ég þetta, ég á þetta. Og þá segir hún bara svona, já, segir hún svona, en ég er rauninni fullorðin manneskja sem að síðan lifir sínu lífi, en ég bara veit
hvað ég á, ég veit að ég að fara yfir mörkin, ég veit í dag og það þú veist, góður staður að vera og ekki að vera alltaf að gera rétt eða að vera alltaf við erum fullkomlega ófullkomin en að vita svona hvað að gerast, hvað við erum þessa stundina. En svona við þurfum að sumera þetta aðeins upp. Hvað ertu að gera í dag? Hvað ertu að vinna við í dag og sögðu okkur aðeins frá því? Ég rek stofuna, Heill heimur. Heill heimur? Já. Það eitthvað sem ég get hringt í og sagt ég í tjóni? Ég í tjóni, ég í tómu tjóni. Þú í tómu tjóni? Já, það ég er búin að vera með hana síðustu 6 ár og að þá að vinna í viðtölum og sem meðferðarvinnu, einstaklingsvinnu og þess að ég sagði, ég er búin að koma því þannig fyrir að ég þarf hreyfingu og eitthvað smá eitthvað svona að þá ég líka að halda mikið fyrirlesturum og námskeiðum. Okay. Og ég í samvinnu við vinkonu mín og samstagskonu Kristínu Sigurðardóttur lækni. Heilu öflug. Já, við erum gott heimi. Já, við erum gott heimi og mjög góðar vinkonur og bara allt þetta samstarf sem að mikið virðing og við erum báðar forvitnar og báðar okkur finnst þetta svo skemmtilegt. Þannig að við vinnum saman. Þið báðar jaðabögg? Já, ég get bara svara fyrir mig, sko. Það er búin að svara þessu. Þannig að ég vinn með henni, svo vinn ég með kennarum mínum á náminu, Chris, sem býr í London og þegar hann kemur þá förum við með lítinn hóp fólks og þá förum við svona alveg að kafa, að fara í innri, ennþá dýpri innri vinnu sem að ég vinn með fólki, innri vinnu, innri barsvinnu og sem að meðvirkni vinna innri barsvinna og þá förum við alveg á dýptina, ég er svona meðferðarvinnu og svo ég vinna með manninu mínum. Við erum bæðið þetta saman í senun en hann líka nýbúinn að ljúka námi hjá Gabor Maté í Compassion Inquiry. Já, þannig að við erum saman með námskeið og það innri barsvinna líka, þannig að ég þarf að koma svona námskeið. Já, þetta er svo, ég held aldrei námskeið nema mér langi sjálf að fara á námskeiði. Það er góður punktur. Ég hugsa oft að því ég uppgötva Gabor Maté fyrir einhverjum árum, bara YouTube að rallinu fyrir einhverjum 10-15 árum. Já. Og ég sagði, hvar í fjandanum varstu Gabor þegar ég var að garga hinn út í tómi 90 og eitthvað. Já. Healing the child within. Það hefum við þurft að hafa. Ég vildi að ég haft það, en ég hef alveg geta sagt að Guð var svört lesbía, því að það var allt crazy. Sem að kom, þú hefur þurft meiri stöðning. Já, þannig að fólk var ekkert að fíla þessar hundafræði. Og að því þú sagði kulnun, þú sagðir við mig þegar ég var leiðinni inn. Já, kulnun, þú myndi maður það. Já. Ég er með kenningu, má ég hendina á þig? Bara þú mátt gera allt svo vilt. Ok. Þetta orð kulnun er eins og meðvirkni, það er notað mjög, það hefur ekkert mikið vægi í umræðinu, já ég er í kulnun, en ég verið að hugsa það og þetta er bara alveg eitthvað sem ég hugsa með sjálfum mér að því ég er búin að vera veikur í nokkur ár og þurfti að passa mig og hugsa lífið og svona, að kulnun er í raunverulega uppsafnað kortisol sem brennur ekki líkamann. Ef við horfum á dýrin, bara hund og kött, hvernig þau reagera á kortisólið og brenna því. Náttúran gerir það. Þá eru komin í flight and fight mótið, að brenna kortisólum. Nútímamaðurinn er ekki að brenna kortisólum. Hann er með leiðilega neyðmann, kannski leiðilega maka og hundleiðilega börn, skilur við, og er alltaf drekklaður með kortisólið sem brennur ekki upp. Niðurstaðan verður hrun. Hvernig hljóma þessi kenning? Margt af henni bara tikkar algjörlega inn í mitt bóks. Okay. Ég er ekki með með greiningar viðmiðin og það. Nú er ég líka bara að tala út frá því eins og ég upplifi að sé kulnun og hún er nákvæmlega á þennan hátt ef ég bara horfi út frá, ekki bara út frá ytri þáttum, heldur líka sem innri þáttum. Ef að ég er ótengt sjálfur mér, kannski búin að vera í 10 ára og er föst í að lifa af
fáðu að tala saman þú, kortisóli og við verðum að hafa, það er til staðar þegar við erum, það bara er Kristín lýsir sér svona, fyrsta sem fyrir í kerfi er adrenalín til að keyra kerfið upp, en síðan ef það er stöðugt í gangi þá kemur kortisólið inn. Og ef það er streituhormón eins og fólk viti hvað með pæling. Hún lýsir því þannig að vera með bensíngjöfina og vélinn í gangi lengi, þangað til eitthvað byrjar að gefa sig. En fyrir mér er það þannig að ef við erum ekki í tengslum við okkur sjálf og erum ekki hér á lífa, þar að segja ekki með allt í bakpokanum okkar óunnið, að ef við erum það, ef við bara allt sem að lífið býður upp á í langan tíma, ég segi þá kemur að því að við brennum út í líf og starfi. Ekki út af þessum þáttum heldur vegna þess að við erum aftengd og búin að vera í að þessu. Við erum illa þjálfuð í að monitora eigin líðan. Já, við erum ekki tengt. En þá segi ég aftur með þetta að gera sér besta að ef við vorum forritið þannig, þá er líka óskaplega erfitt að átta sig á því sé svona hvað er að ræða. Og það fyrir mér því kostar að því að það er ekki beint þetta setja vermið á það en þýðir alltaf innri skoðun og innri vinna. Það er engin leið framhjá. You have to feel it to heal it. Það er svolítið þannig. Já. Þannig fólk getur haft samband við í gegnum heimasíðuna Heill heimur og bara ef með fyrirspurnir eða vill komast í terapi hjá þér eða hvað sem það. Það er eitthvað skemmtilegt. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. Ég trúi, ég sé það. Já. Bara skemmtilegt að sitja. Já, ég brenn fyrir þetta. Ég held að ég sé alltaf og ég er með þessa stelpu sem heitir Gyða og Gyða Dröfn þegar hún var eldri. Að hún vildi ekki láta kalla sig Gyða Dröfn þegar hún var lítil. Ég er með hana með mér í dag. Hún getur verið 5 ára, hún getur verið 14 ára og mér þykir svo vænt um þennan ungling sem hjálpaði mér að lifa af og þessar litlu stelpu sem var forvitin lífið. Það er brásamlega. Það var sameinast í mér í dag, þannig að ég er bara nokkuð sátt við sjálf á mig. Bara vel gert. Og takk fyrir að koma og og bara aftur, hvet ykkur að fara inn á síðuna Heill heimur og þið getið sendt sem sagt hvetið okkur bara til að hlúa okkur sjálf. Hvernig er það? Já. Ef þú vendar ekki, þá gera það sem er lengi fyrir þig, sko. En það fengir stuðning við það. Já, en þá þarf maður líka stíga út og segja, viltu hjálpa mér? Já. Og það fer oft kjark í það að segja, ég þarf hjálp. Já, það er það. Já, þannig að það er oft sem klikkar að það er óttinn með að biðja hjálp. Hei, þið heima, biðjum hjálp eða þurfum við hana. Já. Það er engin ástæða til að þjássuna. En þið getið tuðað í okkur, Gunnari Bjarna, háttvirtum tæknimanni, með að senda okkur mail á tyra.tyr.is ef við erum bara að vilja segja eitthvað jákvætt eða neikvætt eða hvað sem vilja koma framfæri. Gyða Dröfn, þú ert frábær. Hæ Fúnf. Takk fyrir spjall. Bara lifi byltingin. Takk fyrir að horfa eða hlusta.